Á dögunum hlaut Heilsuleikskólinn Skógarásverðlaun fyrir besta e-tvinningverkefni síðasta skólaárs en það heitir Litli vistfræðingurinn. Verðlaunin voru veitt af landsskrifstofu Erasmus+ á Íslandi, Rannís við hátíðlega athöfn. Að sögn Þóru Sigrúnar Hjaltadóttur skólastjóra verkefni hluti af Echo Tweet en það Erasmus+ verkefni skólans. Að ræða umhverfisverndarverkefni þar sem nemendur læra leiðir til þess að gæta að umhverfinu og taka ákvarðanir þar af lútandi. Í verkefninu læra börnin meðal annars vistfræði, verndun dýra, gróðursetningu, tré, kryddplöntur, vatn og endurvinnslu svo eitthvað sé nefnt. Okkar verkefni var valið besta verkefnið á Íslandi. Já. Hvað geturðu sagt okkur það? Verkefni, þetta í grunninn umhverfisverkefni, heitir Echo Tweet og þessi hluti var kallaður Litli vistfræðingurinn, þar sem var sérstök áhersla á umhverfismennt almennt, meðal annars vistfræði og endurvinnslu og endurnýtingu. Hvernig koma krakkarnir inn í þetta? Þau tóku virkan þátt í þessu verkefni. Verkefnið var ekki til án þeirra. Þau meðal annars lærðu dýr í útrýmingarhættu og þá fóru þau á netið að skoða hvaða dýr var í útrýmingarhættu og svo var svona umræður það hvernig við getum stuðlað að því að vernda þessi dýr. Og svo vorum við að læra bara vistfræði almennt. Við lærðum vatn og þá vorum við að mæla þessi rigningavatn í viku, hversu mikið vatn kemur í föturnar hjá okkur og við vorum að flokka rusl meðal annars og þá vorum við að telja hversu mikið rusl kemur frá okkur á viku. Þá hver deild átti viku sem að taldi ruslið og svo gerðum við svona rit þetta, skífurit þetta og við sömdum ljóð hvern þátt í verkefninu. Hver þáttur átti svona þema í hverju mánuði og það var samin ljóð sem við deildum svo með hinum þjóðunum og það var bara svona alls konar. Þetta virkar sem nýjung fyrir mann sem leikmann að heyra svona verkefni á leikskólum. Ekki krakkarnir ánægðir að fá að gera eitthvað svona spennandi? Þeim finnst alltaf gaman að fá nýjar áskoranir. Þeim finnst gaman að fá að breyta til að vera ekki alltaf að gera sama hluti. En hvernig, og þið fóruð á netið og voru að gera verkefni í gegnum netið á móti hinum þjóðunum eða ekki? Jú, það var svona teiknileikur sem þau voru að teikna saman myndir í gegnum netið á rauntíma. Það var þeim mjög gaman. Þannig að það ótt að segja að leikskólakrakkar sé að fá í æð umhverfisvernd og vistfræði og margt sem að maður hefði ekki ímyndað sér fyrir 10-20 árum síðan. Heldur betur, algjörlega. Og í rauninni miklu fróðari heldur börn voru fyrir 10 árum síðan og meðvitaðar það hvað þau á að gera. Þannig að þau eru bara mjög sátt með þetta en þau fá nú eitthvað að leika sér svona venjulega eða ekki? Jú, börnin fá að leika sér líka. Þetta ekki bara stífkennsla og við reynum auðvitað að gera það skemmtilegast í gegnum leik. Þetta ekki bara sest niður og vera að mata það okkur, þau eru virkið þátttakendur. En þið eruð að halda áfram í þessu stóra verkefni. Hvað svona næst á dagskránni hjá okkur og hvað það að vinna þessa dagana? Þema núna í vetur það Litli vísindamaðurinn og það núna í október þá vorum við með jarðfræði, að kenna með jarðfræði og heimsóttum meðal annars geosílika og svo núna í nóvember þá það eðlisfræði og það við svona aðeins að skoða hvernig við ættum að gera það, mögulega að fá einhvern efnafræðing til okkar heimsókn til að fræða þau enn betur. Ég man bara eftir að fara í eðlisfræði í fjölbrautaskóla, þetta ekki svolítið mikið? Nei, alls ekki, það bara hægt að gera þetta skemmtilegt fyrir þau. Til dæmis bara það að búa til leir, það ákveðin efnafræði. Það að blanda saman efnum og úr því verður eitt hlutur. Það þarf ekki að vera flókið. Og þið hefur verið að gera fleiri skemmtilega hluti eins og núna voruð þið að gróðursetja í nágrenninu? Já, það svona gælugu verkefni að fá útskriftarhópinn til að búa til skó og í samstarfi við Reykjanesbæ og Katagó fengum við í Reykjanesbæ úthluta okkur svæði til að gróðsetja og Katagó styrkti okkur tré og þetta á að vera árviss viðburður og við ætlum að búa til skó hérna. Þannig að þið eruð bara alls þar? Við erum út allt. Og þetta náttúrulega skemmtilegt að gróðursetja? Já, og foreldrum líka. Þetta var bara, fólki fannst þetta mjög skemmtilegt. Og við sjáum alveg fram á það að verði betri mæting. Það var alveg góð mæting á foreldrum núna en ég gera það fyrir að vera betri næst.
Og svona að lokum, hrekkjarvöku fjör hérna á Skógarási? Sjálfsögðu. Við erum hérna bara þar sem herinn lifði og bjó, sko. Þannig að það var hérna bara. Þannig að, já, það verður mikið fjör á morgun og mikið furðuverur. Hrekkjarvaka á gamla vallarsvæðinu? Algjörlega, já.